624. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn með rafrænum hætti þriðjudaginn 18. janúar 2022 klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Gunnar Þórarinsson sem nú vonandi mættur eða væntanlega mættur, Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sandes, Styrmi Gauti Fjellsteð og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Það eru 7 mál á dagskrá fundarins en þau eru fyrsta fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. janúar, annað fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. janúar, þriðja fundargerð barnaverndarnefndar frá 8. janúar, fjórða fundargerð lýðheilsuráðs frá 11. janúar, 5 fundargerð velferðarráðs frá 12. janúar, 6 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 13. janúar og 7 fundargerð fræðsluráðs frá 14. janúar. Og ágætu bæjarfulltrúar, áður en að ég gef orðið laust fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 13. janúar, langar mig til að lesa upp bókun sem að bæjarfulltrúar hafa sammælst að senda frá sér á þessum tímapunkti. Það hefur ekki farið fram hjá neinum okkar að skipulagsstofnun lauk mati á umhverfisáhrifum núna rétt fyrir áramót og síðan fengum við vitneskju viljayfirlýsingu á milli Arion banka og áhugasamra aðila kaup á verksmiðju Arion banka kísilverksmiðju í Helguvík og það hefur auðvitað leitt til talsverðar umræðu í samfélaginu sem að rétt að við með einhverjum hætti tökum þátt í og verður best gert með því að við sendum frá okkur bókun til þess að sýna bara fram á vilja bæjarstjórnar í varðandi þetta mál. En bókunin svohljóðandi: Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar á Arion banka að falla frá áformum endurræsingu kísilversins í Helguvík og hefja viðræður við sveitarfélagið aðrar og grænni leiðir. Í síðustu viku upplýsti Kjarninum að Arion banki og PCC SE, meirihlutaeigandi kísilversins PCC Bakki Silicon HF á Húsavík, hafi undirritað viljayfirlýsingu varðandi möguleg kaup á kísilverksmiðjunni í Helguvík. Síðustu áramót tilkynnti Skipulagsstofnun að búið væri að ljúka mati á umhverfisstofnun verksmiðjunnar. Bæjaryfirvöld hafa áður lýst neikvæðri afstöðu sinni til endurræsingar og vilja til samstarfs aðrar leiðir. Þá liggur það einnig fyrir að stærstur hluti íbúa því algjörlega mótfallinn að verksmiðjan verði ræst. Nýtt mat á umhverfisáhrifum gerir lítið til þess að breyta skoðun bæjaryfirvalda og íbúa sveitarfélagsins. Það því ljóst að framundan gætu verið harðar langvarandi deilur milli aðila verði áfram haldið með þessi áform, sem gera ekkert annað en að valda öllum aðilum verulegum skaða. Bæjarstjórn ítrekar því vilja sinn til samráðs aðrar leiðir og annars konar starfsemi í Helguvík. En ágætu bæjarfulltrúar, þá gef ég orðið laust fundargerðir bæjarráðs og þar með talið þessa bókun. Orðið laust. Margrét Sandes, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil byrja því að segja að það ánægjulegt að það samstaða þessa bókun. Þrátt fyrir að maður sorgmæddur yfir að uppbygging atvinnunnar skyldi fara svona og við vitum þessa sorgarsögu. En mestu vonbrigðin má segja eru hversu brösulega þetta hefur gengið á Bakka. Því að þar var tækifæri til þess að sanna fyrir okkur öllum
að Kísíver gæti nú algjörlega verið rekin vel og betur heldur en var í Helguvík, en því miður sporin hræða. Þannig að það var aldrei spurning hjá okkur að skrifa undir þessa yfirlýsingu og aftur ég fagna því að við séum saman í þessu. Það sem að mér langar til að nefna einnig eða spyrja og senda inn fyrirspurn og hefur þegar sendt á ritara Hrefnu Gunnarsdóttur að það vegna viðtals sem að Friðjón Einarsson fór í á Sprengisandi og þetta svona frekar bara þar sem við erum í rauninni að óskum eftir upplýsingu og okkur langar til að bóka þessa fyrirspurn, bara fyrirspurn á bæjarstjórnarfundi 18. janúar 2021. Í viðtali á Bylgjunni 16. janúar síðastliðinn var viðtal við oddvita Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ og formann bæjarráðs Friðjón Einarsson þar sem hann fullyrðir að tap Reykjanesbæjar vegna Helguvíkur sé 6 til 7 milljarðar. Og vegna þessa óskum við eftir að formaður bæjarráðs útskýri fyrir okkur bæjarbúum, fyrir okkur bæjarfulltrúum og bæjarbúum hvaðan hann fær þessar tölur og í hverju þær felast. Og undir þetta rita þá Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Guðmundsdóttir, Jóhannesdóttir og við erum sem sagt bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og ég hef sent þetta þegar til ritara. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég vænti þess þá að formaður bæjarráðs svari þessu bara skriflega í framhaldinu. Þannig að ég held að sé ekki rétt að það sé endilega gert á þessu fundi, heldur af því að þetta borið upp skriflega að því sé þá svarað með sama hætti. Já. En Friðjón Einarsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka undir orð Margrétar Sanders það hversu við erum saman í þessari tillögu og þessari bókun okkar. Það sýnir bara styrk bæjarstjórnar hjá Reykjanesbæ í þessu verkefni og við að koma saman út af þessu. Ég veit okkur texta á góðan hug. Og var það bókun sem hér var lögð fram, ég skal bara senda svar við því til hennar fljótlega, þetta fund. Takk. Takk fyrir það, Friðjón. Kjartan Már, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Takk, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara benda á að fyrsta fyrirspurning kemur skriflega hér fram á bæjarstjórnarfundi, þá þurfum við að taka hana sama skriflega á svarinu á bæjarstjórnarfundi líka, sama vettvangi. Þannig að við gerum það. Já, takk fyrir. Það hafa ekki fleiri kvaðsir ljós undir þessu lið. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gerðu svo vel. Afsakið forseti, kæru bæjarfulltrúar, mig langar bara aðeins að koma hérna inn á þessa fínu bókun. Ég bara fagna þessu með okkur öllum og ég held að þetta hafi róandi áhrif á íbúin okkar að vita það að bæjarstjórnin þeirra standi heil á móti þessu. Þannig að þetta er framfaraskref og það er bara gott að finna samstöðuna í þessari bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir það, Guðný. Þá held ég að mælendaskrá sé tæmd og þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. janúar eru þá beðin að gefa merki. Og hún samþykkt með Anna Sigríður. Hún samþykkt með öllum atkvæðum. Og þá það liður númer 2 sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. janúar. Að venju eru nokkur mál sem við þurfum að taka fyrir. Og fyrst þar að nefna lið númer 3 sem flugvellir 20 og það fyrirspurn, orðalaust þennan lið. Það enginn sem að kveða sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 20 verið beðin að gefa merki. Lið númer 3, eða ekki?
Fyrirgefðu, lið númer 3, fyrirgefðu. Þetta er flugvöllur 20, liður 3. Takk fyrir þetta. Liður 3 er samþykktur með öllum atkvæðum, öllum greiddum atkvæðum. Og þá er það liður númer 5 sem er grófin 10a, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta þennan lið eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það liður númer 6, Akurbraut 15, bygging á bílskúr. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er það liður númer 7 sem er Brekadalur 7. Nei, liður númer 7 Brekadalur 10. Orðið laust 7. liðið. Það kveður sér enginn ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Og þá vill forseti fá að bera upp eitt lið til viðbótar sem er liður númer 13 og varðar úthlutun skilmála fyrir 3. áfanga í Dalshverfi. Og ég tel eðlilegt að við afgreiðum þennan lið sérstaklega því að þarna er breytingar að ræða. Við höfum ekki verið að gera þetta eins og þarna er áætlað að gera með fjölbýlishús. Þannig að ég tel eðlilegt að við samþykkjum þennan lið sérstaklega. Orðið laust lið númer 13. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkja þetta lið númer 13 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Þá gefur forseti orðið laust fundargerð að öðru leyti. Og það er enginn sem kveður sér ljós undir fundargerð að öðru leyti. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og tónlistarráðs eru beðin að gefa merki. Umhverfis- og skipulagsráðs. Umhverfis- og skipulagsráðs, fyrirgeði. Ég held að ég sé of upptekinn af fótboltaleik sem ég er ekki að horfa á, en maður er með einhvern veginn með hugann við framistöðu Íslands þar. Hann er þessi liður. Það er handboltaleikur, forseti. Já, fyrirgeði. Handboltaleikur. Fyrirgeði. Þá er fundargerðin afgreidd og samþykkt og þá er komið að næsta lið sem er fundargerð barnaverndarnefndar og hún er hér til umræðu en ekki sérstakar afgreiðslu. Orðið er laust fundargerðina. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gestir. Mér langar bara aðeins að koma inn á þetta. Var sem sagt aukafundur hjá okkur sem sitjum í barnaverndarnefnd. Við hittumst og fórum yfir starfsáætlun ársins 2021 og framkvæmdaáætlun 2018 til 2022. Við vorum svona að fara yfir stöðuna og margt fleira. Við viljum skila vel af okkur í vor, enda ótrúlega mikilvægan málaflokk að ræða þar sem að vel þarf að vanda til verka. Við fórum yfir ótrúlega flotta punkta frá starfsmönnum stöðuna. Þeir eru náttúrulega sérfræðingar á sínu sviði og þekkja og vita best hvernig staðan er og hvað þarf. Og það sem að stendur svona einna helst upp hjá mér eftir þennan fund, það er hversu gríðarlega mikilvægt samstarf þarf að vera á milli fræðslusviðs og velferðarsviðs með þágu barna og foreldra og fjölskyldna í fyrirrúmi. Og einnig hversu gríðarlega miklu máli það skiptir að ríkið stígi heldur betur inn varðandi til að mynda geðheilbrigði barna og ungmenna
en þar kerfið á engan hátt að sinna sínu hlutverki og það mjög miður. En þetta var ótrúlega flottur og mikilvægur fundur að mínu mati. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét Þórhallsdóttir, Geirsvöld. Heyrðu, já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Díana var nú reyndar á undan mér, þannig að ég tek bara undir það sem að hún sagði. Þetta nú það sama sem ég ætlaði að segja og þetta gríðarlega mikilvægt þetta samstarf hvað varðar fræðslu og velferðarsvið og eins og hún nefndi réttilega að ríkið þarf að koma inn vegna geðheilsu barna og unglinga. Þannig að þetta var frábær vinnuhópur hjá okkur og góður dagur og honum verður framhaldið. Við komum til með að taka annan aukafund og klára þessa vinnu sem við hófum og það verður gaman að fá að kynna fyrir ykkur þær niðurstöður. Við komum til með að skila frá okkur skýrslu hvað varðar þetta mál. Ég loki máli mínu, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvassi ljósum til þessu lið. Þá komið að lið nr. 4 sem fundargerð lýðheilsuráðs frá 11. janúar og þar þar Díana Hilmarsdóttir efst á blaði. Gerðu svo vel, Díana. Takk fyrir kærlega. Já, mér langar að skauta létt yfir fundargerð lýðheilsuráðs en ég hef notið þess heiðurs að fá að sitja í nokkra fundi og mér þykir þetta alveg afskaplega skemmtilegt ráð. Liður 1 sem sagt aðgerðaáætlun fyrir árið 2022 en Ásdís Ragna lýðheilsufulltrúi fór yfir aðgerðaáætlunina fyrir árið og verkefnunum var forgangsraðað eins og hægt var að gera með stöðuna í dag í samfélaginu sem og fjármagn en við sem sagt bíðum svara hvort okkur muni hlotna styrkur úr lýðheilsusjóði sem ég bind miklar vonir við. Aðgerðaáætlunin lifandi skjal og við rekjum upp á prjónum við hana eins og gengur og gerist. Áhersla ráðsins fyrir árið 22 til 23 heilsuefling á Suðurnesjum og þá það skiptir engu máli hvort að ræða leik, grunn- eða framhaldsskóla, eldri borgara, vinnustaði eða bara samfélagið í heild sinni. Fókusin á heilbrigt mataræði og undir þeim svefn og hreyfing. Svo fór Ásdís Ragna einnig yfir hreystiæfingar sem var og þar afrakstur af samstarfi Heilsuakademíu Keilis og Reykjanesbæjar sem nefnist Komdu út að æfa en þetta myndbönd af hreystiæfingum til þess að virkja íbúa bæjarins til aukinnar hreyfingar. Þetta 21 örvídeó sem voru sérstaklega búin til af æfingum af hreyfistöðum bæjarins sem staðsett á 4 stöðum í skrúðgarðinum í Keflavík, skrúðgarðinum í Njarðvík við Akurskóla og við Sporthúsið Ásbrú og myndböndin munu koma inn á heimasíðu Reykjanesbæjar von bráðar. Ásdís fór einnig yfir nánari sundurinn og lýðheilsuvísum fyrir hvert sveitarfélag á Suðurnesjum sem ráðið óskaði eftir og hún fór einnig lauslega yfir gátlista sem inn á heilsueflandi.is sem á vegum embættis landlæknis hvaða viðmið þarf að uppfylla og leggja áherslur á fyrir Reykjanesbæ. Þetta svona innri vinna fyrir þá sem að koma að lýðheilsumálum bæjarins. Svona í lokin þá fór Ásdís Ragna yfir heilsueflandi viðburði fyrir árið 2022 og kynnti fyrsta viðburðin á þessu ári sem vill svo vel til að hann í kvöld klukkan 8 á vegum lýðheilsuráðs og það að ræða rafrænan fyrirlestur sem ber heitið Næring og heilbrigður lífstíll með Geir Gunnari næringafræðing og þið getið fundið linkinn á heimasíðu Reykjanesbæjar undir fréttir og þar hlekkur á fyrirlesturinn og ég vona einnig að þessu hafi verið deilt eins og vindurinn á Facebook og allir séu ótrúlega vel meðvitaðir þetta og ég hvet bara sem flesta til að fylgjast með. Takk fyrir. Takk fyrir. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég þakka Díönu fyrir að hafa farið vel yfir fundargerð lýðheilsuráðs. Þar satt ég með henni góðan fund og við vorum sammála kjörnir fulltrúar í þessari nefnd að eftir síðasta og þar síðasta ár, eða góðan part af því að eftir að hafa þurft að aflýsa mörgum heilsueflandi viðburðum sem var verið með á dagskrá á árinu sem ekki var hægt náttúrulega að bjóða fólki til að mæta á. Þá vorum við ákveðinir í haust að þetta ár núna í ár myndi þá vera meira
rafrænir fyrirlestrar, rafræn fræðsla og fleira sem bara skipulagt í dagatali og við stefnum að því að hafa einhverja fræðslu eða viðburði og hvatningu til bæjarbúa til að taka þátt í hverjum einasta mánuði á árinu og jafnvel oftar en einu sinni. Við munum taka klárlega eftir því bæði á heimasíðu Reykjanesbæjar og á Facebook síðum nokkura hópa í samfélaginu þar sem við munum vera duglega að auglýsa og ég vona svo sannarlega að þið takið þátt eins og Díana nefndi við lið 5 að fyrsti viðburðurinn í kvöld og hann byrjar kl. 8 og Geir Gunnar Markússon er næringafræðingur, hann mun tala hollan lífsstíl, hann mun tala magn matarins og ávinningan af því að lifa heilsusamlega lífi en heilsan okkar er dýrmætasta eignin og hún gleymist oft í amstri dagsins. En hann er vel þekktur næringafræðingur og örugglega margir bæjarbúar sem hafa áður hlusta á hann tala næringu. En það er einmitt þemað í ár, næring fyrir alla. Og við viljum auka það með bara eins mörgum viðburðum og bara fræðslu eins og við getum á árinu. Liður 3 eru lýðheilsuvísar og við höfum oft rætt þá og haft þá á dagskrá í fundargerð lýðheilsuráðs sem er mjög mikilvægt og eftir að Ásdís Ragna lýðheilsufulltrúi fékk senda sundugreiningu á Reykjanesbæ og ætlum við að reyna að skoða muninn á sveitarfélögunum Suðurnesjum, þá kom líka í ljós að það var kannski ekki nægilega mikil svörun við ákveðnum þáttum, þannig að við munum fara vel yfir það hversu margir eru að svara og hverjir eru að svara hverri spurningu, þannig að maður sé ekki í rauninni að alhæfa eitthvað út í loftið heildarfjölda íbúana, því að við erum jú 20.000 og það er kannski ekki rétt að segja að við gerum hitt eða þetta mest eða minnst á landinu þegar kannski örfáir svara spurningunum. Þannig að það verður klárlega farið vel áfram yfir lýðheilsuvísana og það styttist bara í næstu. Það eru kannski 5 mánuðir í næstu lýðheilsuvísa og ekki eru alltaf sömu spurningarnir í lýðheilsuvísunum frá embætti landlæknis en það er mjög gott að fara eftir þeim og hvetja þá íbúa til að bæta það sem að má efla og laga varðandi okkar eigin heilsu. En ég hef lokið máli mínu. Takk. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Það er ekki fleiri sem hafa kast sér ljós. Þeir sem samþykkt geta leið númer 4 eru beðin um geðamerki. Takk fyrir það. Það eru öll greidd atkvæði þar á bak við. Þá er það lið númer 5 sem er fundargerð velferðarráðs frá 12. janúar, orðið laust. Voru allir búnir að taka niður hendur og einhverju konur með hendur upp aftur. Margrét Sanders, gerðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Gunnar Þórarinsson var að hafa samband við mig, hann kemst ekki inn. Ég er að velta fyrir mig hvort að við ættum að reyna að taka hann bara í gegnum símann hjá mér eða hvernig við ættum að reyna að þarna. Jú, það er að sjálfsögðu allt í góðu ef hann kæmi í gegnum símann hjá þér, þannig að hann væri þá með okkur á restina af fundinum. Flott, takk. Það var ekki meira, Margrét. Þá er það Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gerðu svo vel. Takk fyrir ágæti forseti og aðrir viðstaddir. Ég fylgi eftir fundargerð velferðarráðs og vil nefna sérstaklega nokkur atriði sem tekin voru fyrir á fundinum. En það fyrsta er að við fengum Ásu Eyjólfsdóttur, forstöðumann stuðnings- og öldrunarþjónustu og Guðlaug Helga Sigurjónsson, sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs inn á fundinn til að gera grein fyrir stöðu mála varðandi byggingu nýs hjúkrunarheimilis. En það er mjög ánægjulegt að segja frá því að hönnunarferlið er að hefjast núna fullum krafti og að við megum gera ráð fyrir að eftir 1 til 2 mánuði fara að glitta í teikningar og það er enn á dagskrá að opna hjúkrunarheimilið áramótin 2024-25. Við fengum einnig kynningu frá Hilmu Sigurðardóttur, verkefnisstjóra fjölmenningarmála, á Evrópuverkefni sem styrkt er af Erasmus+ sem Reykjanesbær tekur þátt í. En leitað var til okkar í Reykjanesbæ til samstarfs þetta verkefni og það er að fara af stað. Þannig að verkefni heitir Assets og snýr að því að þróa og framleiða rafrænt kennsluefni í vísinda- og tæknigreinum
sem sérstaklega fyrir fullorðna innflytjendur og það þá gert til að auka tækifæri þeirra á vinnumarkaði. Önnur þátttökulönd eru Grikkland, Tyrkland, Ítalía, Austurríki og Portúgal og áætlað að námsefni verði tilbúið 2023 og á það að vera á nokkrum tungumálum. Þannig að þetta verkefni eins og ég sagði að fara af stað þannig að við fáum upplýsingar framvindun og það verður áhugavert að fylgjast með henni. Svo bárust góða fréttir frá Brynju, húsjóði Öryrkjabandalagsins, en eins og við örugglega öll munum þá samþykkti Reykjanesbær stofnframlag fyrir byggingu raðhúsalengju við Stapavelli fyrir einstaklinga með fatlanir, en nú fer það að fara af stað á næstunni og áætlað að þegar hafist verður handa það verður 12 til 14 mánuðir þar til hægt verður að flytja inn í það húsnæði. Þannig að næsta dagskrá að ganga frá samningum og þá fáum við nákvæmari dagsetningar hvað þetta varðar. En því næst kynnti Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs, gang mála í endurskipulagningu á velferðarsviði, en það hefur gengið vel og forsendur og undanfari skipulagsbreytingarna eru okkur kannski flestum kunnug, en það breytt lagaumhverfi með breytingum á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, ný lög samþættingu þjónustu í þágu farsælda barna, barna- og fjölskyldustofu og ný lög gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Eins var fyrirliggjandi úttekt á innra starfi og ytra starfsumhverfi velferðarsviðs og rauði þráðurinn þá í breytingunum meðal annars að veita þjónustu í samræmi við þarfir notenda þegar hennar þörf, bæta upplýsingagjöf og aðgengi að þjónustu fyrir íbúa í fyrstu snertingu, auka notkun á velferðartækni og stafrænni þjónustu, stigskipta þjónustunni, efla notendasamráð og innleiða þverfaglega teymisvinnu. Og nú starfa 5 teymi á velferðarsviði, en það eru þá barnaverndarteymi, barn- og fjölskylduteymi, ráðgjafar- og virkniteymi, stuðningsþjónusta og teymi alþjóðlegrar verndar og samræmdrar móttöku flóttafólks. Og búið að ráða teymistjóra í þessi teymi og þau sem voru ný og hafa bæst við nýjir starfsmenn og nokkra tilfærslu líka verið innanhúss, en það að koma lokamynd á starfsemina. Þetta voru nokkuð miklar breytingar en allt gert til þess að þjónustan taki mið af lagabreytingum, verði sem skilvirkust og til að búa starfsfólki líka sem bestu starfsaðstæður. Þetta mun taka tíma og við fáum reglulega uppfærslu á stöðu mála þarna líka. En síðan voru lögð fram fyrstu drög að breytingum og reglum félagslega þjónustu, en til stendur að fara yfir allt regluverk og við byrjum hér á endurskoðun á reglum fjárhagsaðstoð. Eins og við vitum þá eru af og til breytingar, gerðar ýmsar lag- og reglugerðarbreytingar sem viðkoma félagsþjónustu eins og annarri þjónustu og þá þurfum við að endurskoða reglu sveitarfélagsins til að það samræmist þá gildandi reglum. Og velferðarráð mun vinna áfram í breytingatillögunum sem kynntar voru á fundinum og svo munu reglurnar vera lagðar fyrir til samþykktar í heild sinni þegar þeirri vinnu lokið og það búnar að fara í gegnum rýni og við sjáum fyrir okkur að þar komi ýmsir hagsmunaaðilar að og sérfræðingar að sviðinu líka. En svo langar mig kannski bara að lokum að minna sérstaklega á eins og kemur fram í fundargerð samtakahópsins að hvatagreiðslur hækkuðu áramótin og eru nú 45.000 krónur fyrir hvert barn undir 18 ára og við fögnum þessu og ég vona að við sjáum góða nýtingu og enn meiri þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi á þessu ári. Takk. Takk fyrir þetta. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Já, forseti og aðrir gestir. Mér langar að koma hérna inn á 2-3 atriði í fundargerð velferðarráðs. Það fyrsta mál er nýtt hjúkrunarheimili en þetta er viðbygging við Nesvelli sem átti að vera tilbúin árið 2023 en því miður hefur dregist töluvert og síðustu fréttir voru að þetta ætti að vera tilbúið ári síðar eða mitt ár 2024. Nú heyrði ég áramótin 2024-2025. Þannig að það er svona aðeins verið að seinka. Þannig ég vil bara að minna á að leggja mikla áherslu á þetta verkefni, koma þessu í gang sem allra fyrst og leggja áherslu á að íbúar á Faxabrautinni sem eru 30 á hjúkrunarheimili þar, þeir hafa forgang inn á nýtt hjúkrunarheimili og þá er
þá helmingur rýmanna eftir og ég hef heyrt að það séu komnar ansi margar umsóknir og við verðum klárlega að huga að öðrum þáttum sem snúa að þessum aldurshópi í okkar samfélagi þar sem að þessi hópur er að stækka og stækka, ekki bara í Reykjanesbæ, heldur öllu landinu og velferðarsvið er klárlega að sinna vel þessum hópi og þá bara minni á forvarnir og styðja við fólk til þess að það geti búið lengur í eigin heimili. En mál númer 2, ofsalega spennandi, ég bara fagna þessu verkefni að sé komið kennsluefnið í vísinda og tæknigrein sem að eykur tækifæri á vinnumarkaðnum. Þetta er mjög spennandi, hefur verið gaman að fylgjast með þessu. Svo lokum langar mig að nefna 7. lið sem er fundargerð samtakahópsins sem að Halldóra Fríða nefndi einmitt áðan og fagna því að hvatagreiðslur verið 45.000 á ári fyrir börn upp að 18 ára aldri og það kom fram í vinnuskýrslu frá ungmennum í Reykjanesbæ að þeim vantar kannski aðeins betri upplýsingar hvernig þú sækir hvatagreiðslu, í hvað með að fara, því þetta eru tómstundir og íþróttir og ég vona svo sannarlega á þessu nýja ári munum við sjá enn fleiri umsóknir og enn fleiri börn og ungmenni taka þátt í tómstunda- og íþróttastarfi í Reykjanesbæ. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Kjartan Már, bæjarstjóri í Gerðisvöll. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af hjúkrunarheimilunum, þá er rétt að bara rifja það aðeins upp að það eru núna í febrúar 2 ár síðan við skrifum undir samkomulag við heilbrigðisráðuneytið þetta hjúkrunarheimili og síðan þá höfum við verið í skoðanaskiptum við bæði heilbrigðisráðuneytið og framkvæmdasýslu ríkisins hvort þetta væri viðbygging, hvort það mætti vera viðbygging eða hvort þetta er að vera sjálfstæð bygging og þetta er búið að taka óratíma, miklu lengri tíma heldur en við höfum nokkuð tíma óskað. En núna er málið komið á beinu brautina, það er búið að bjóða út hönnun og velja hann og hann er byrjaður að vinna. Það er líka búið að bjóða út og semja við aðalega verkfræðiteikningar og það allt saman, þannig að málið er komið á góðan skrið. Vegna þessara tafa fengum við fyrir ári síðan vísitöluna í samningnum uppfærða og tímalínan færð til vegna þess að í þessum upphaflega samningi sem við undirritum fyrir 2 árum voru tímamörk og kostnaðarmörk sem að við sáum fram á ári síðar í febrúar 2021 að við myndum nú ekki ná að standa við og ykkur til upplýsingar þá hef ég óskað eftir því við heilbrigðisráðuneytið aftur núna að fá aftur uppfærslu á bæði tímamörk og vísitöluna og þar af leiðandi upphæðina. En ekki fengi svör við því ennþá. Ég sendi það strax eftir áramót, fékk staðfestingu á móttöku, en hef ekki fengið væntanlega þar heilbrigðisráðuneytið eins og í fyrra að ræða málið við fjármálaráðuneytið. Við fáum vonandi svör fyrr en seinna í því. Takk fyrir það. Díana Hilmarsdóttir, Gerðisvöll. Takk fyrir. Forsetagestir, mig langar að þakka bæjarfulltrúa Halldóru fyrir góða yfirferð og ég vil bara tjá ánægju mína með lið 1, 3 og 7 sem eru hjúkrunarheimilið og ég vil sjá skópustungu fyrir sumarið eins og með íbúðir fyrir fatlað fólk á Stapavöllum. Það er komið tími til, þetta er búið að dragast allt og lengi og mjög ánægð með hækkun hvatagreiðslna. Þetta er bara glæsilegt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gerðisvöll. Takk, kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Bæjarstjóri kom svo inn á það sem ég vildi segja varðandi hjúkrunarheimilið. Við fórum eins hratt og við mögulega gátum við sveitarfélagið að reyna að drífa þessi mál af núna fyrir 2 árum síðan. Buðumst til að gera allt okkar megin og gerðum það hratt og vel en höfum lent í þessum bið og töfum út af ýmsum ástæðum. Þannig að það stendur ekki sveitarfélaginu, það má alveg taka það fram. Þetta verður gríðarlega flott hjúkrunarheimili með gang á milli þeirra beggja og er horft í hvernig er hægt að nýta starfsfólki sem best og hafa einingarnar sem flottastar fyrir heimilismenn.
En síðast þegar ég vissi voru 40 manns á biðlista eftir hjúkrunarheimili. Þannig að það ekki seinna vænna en að opna þetta, vígja þetta og byrja að plana næsta út af því að við erum einhvern veginn að plástra fólk inn, þá erum við komin í þörf fyrir fleira. Þannig að það megi ekki líða mörg ár þangað til við förum að gera ráð fyrir næsta. Það alveg ljóst. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvassi ljós. Þá ber ég upp fundargerð velferðarráðs frá 12. janúar og bið þá sem að hana samþykkja að gefa merki. Og Margrét gefur okkur merki frá bæjarfulltrúa Gunnari. Gunnar samþykkir. Gunnar samþykkir, þannig að við samþykkjum þetta 11-0, en ég myndi jafnframt vilja óska eftir svari frá Gunnari varðandi þrjár fyrstu samþykktirnar sem eru fundargerðir bæjarráðs, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs og fundargerð lýðheilsuráðs, hvort að hann hafi ekki samþykkt þar líka. Samþykkjuru fundargerð. Samþykkir það. Hann samþykkir það og þá erum við komin að lið númer 6 sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshamnar frá 13. janúar, orðið laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Já, afsakið herra forseti, ég var ennþá með hendin uppi en ég ánægð með stjórn Reykjaneshafnar sem endranær. Þannig að bara Takk fyrir áfram það. veginn. Takk. Friðjón Einarsson. Þú ert með hendi á lofti. Gerðu svo vel. Þú ert líka mjút, herra Friðjón. Afsakið herra forseti, höndin var það eftir. Ég biðst afsakar. Þetta var gömul hendi sem sagt. Takk, afsakið. Takk fyrir þetta. Þá hafa þeir verið engin kvassi ljós undir þessum lið, þeir sem samþykkt geta lið númer 6 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar eru beðin að gefa merki. Og þá það spurningum bæjarfulltrúa Gunnar. Og Gunnar samþykkir. Og Gunnar samþykkir, þá samþykkt 11-0. Og þá getur bæjarfulltrúar komið að lið númer 7 sem er síðasti liðurinn. Og það fundargerð fræðsluráðs frá 14. janúar, orðið laust. Baldur Guðmundsson. Með þessar gömlu hendur. Já, ok. Þá það Anna Sigríður Jónsdóttir, gerð svo vel. Já, forseti og gestir og bæjarfulltrúar. Fundargerð fræðsluráðs frá 14. janúar. Það máli 1, skólastarfi í upphafi ársins. Hérna verið að fara, Helgi Arnarsson sviðsstjóri að fara yfir í rauninni tilkynna hérna með leik- og grunnskóla skólastjóra og starfsmenn sem að voru við farið við stöðuna varðandi jólafrí, smitrakningar og fyrirkomulag bólusetninga barna í sveitarfélaginu. Mér langar bara að þakka starfsmönnum og skólastjórum fyrir góða vinnu og kannski langa vinnudaga. Maður að fá símtölið með 9 á kvöldin. Þannig að það mikið álag á skólanum núna. Ég bara vona svo sannarlega að þessu farið að ljúka og við getum farið að leyfa starfsfólki skólana að vinna sína vinnu tengda menntun barna okkar. Ég held að allir haldi í þessa von og ég segi það, janúar alveg bara, hann flýgur áfram og ég vona svo sannarlega að við verðum komin í betra horf hér í febrúar. Mál númer 2 var mjög áhugavert en þetta ungmennaþing Reykjanesbæjar. Þar fór Hjörtur Magni Sigurðsson, verkefnastjóri, Barnsvans sveitafélag. Hann fór og kynnti framkvæmda niðurstöður ungmennaþings sem var haldið í Reykjanesbæ í haust, í október. Og það var virkilega áhugavert að skoða gögn frá þessu þingi, þar sem að ungmennaráð kemur með ótal hugmyndir. Þau koma með mjög margar hugmyndir tengdum skólamálum, þá sérstaklega aðbúnaði, bæði innanhús og utanhús. Þau koma einnig með hugmyndir forvarnir og fræðslu í skólunum. Maður hefur oft heyrt að þau kalla eftir meiri fræðslu kynfræðslu, fjármálafræðslu og fleira. En þetta mjög líklega þannig að jafnvel á elsta stigi skólana þá gætu mögulega verið valgreinar einhver fög sem þau eru að óska eftir meiri fræðslum.
og þau kalla mikið eftir fræðslu og stuðningi líkamlega og andlega heilsu og það eru einnig ótal hugmyndir varðandi íþrótta- og tómstunda og félagsmál. Það náttúrulega eitthvað sem búið að kannski liggja frekar mikið niðri í þessu COVID ástandi hjá börnunum og allt félagslíf sem hefur bara legið mikið niðri. Þannig að þau þyrstir í að fara að koma saman og gera eitthvað saman annað heldur en að sitja inn í skólastofunum jafnvel með grímur. Og það líka áhugavert að sjá hvað ungmenni í Reykjanesbæ hafa virkilegan áhuga á umhverfinu. Og við bara bæjarfulltrúar í öllum flokkum getum tekið þeirra tillögur til okkar og reynt að koma til móts við þau á margan hátt og erum nú þegar búin að gera það á mörgum sviðum sem að þau ræða þarna í þessari skýrslu. Síðasta mál á dagskrá staðan í Myllubakkaskóla. Ég vona svo sannarlega að það gangi vel og að nemendur í Myllubakkaskóla komist í skólann sinn á þessu nýja ári. Hvenær sem það verður en að sjálfsögðu inn í góðan og fínan skóla eftir að því lýkur sem þarf að gera við þann skóla. Ég hef lokið máli mínu, takk. Takk fyrir það. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk ágæti forseti og aðrir viðstaddir. Mig langar að taka undir með bæjarfulltrúa Önnu Sigríði og mig langar bara að lýsa hér yfir miklu þakklæti og koma á framfæri hvatningu til allra í skólasamfélaginu okkar. Því að ástandinu sem við búum við núna fylgja ýmsar áskoranir og ég heyri ekki annað en að allir taki því að mikilli fagmennsku og sýni þessum ófyrirsjáanlegum aðstæðum mjög mikinn skilning. En þetta æri verkefni og ég þakklát fyrir alla þá sem taka á móti börnunum okkar og mæta þeim með bros á vör hvern einasta dag, hvort sem að ræða í leik- og grunnskólum eða íþrótta- og tómstundastarfi. Mér finnst einhvern veginn eins og allir hafi lagst á eitt í mjög flóknum aðstæðum og vinna margir innan skólan okkar við það fram á kvöld og helgar eins og bæjarfulltrúi Anna nefndi hérna, að rekja smit og vinna úr því sem heilbrigðisyfirvöld hafa óskað eftir. Ég hef alltaf verið stolt af þeim sem vinna við að þjónusta okkur íbúa í sveitarfélaginu, hvort sem litið til menntunar, velferðar eða annarra þjónustu. Og ég held að þessi segla sem við sjáum núna, hún endurspegli þann kraft sem býr í starfsfólkinu okkar. Skólasamfélagið okkar samanstendur ekki bara af fagfólkinu innan skólana eða í skólaþjónustu sveitarfélagsins, heldur hafa svo margir aðkoma að því eins og nemendur og foreldrar og langflestir íbúar hafa tengingu við skólasamfélag á einn annan hátt sem nemendur, foreldrar, systkini, ömmur og afar, frænkur og frændur og þegar við fáum svona verkefni í hendurnar eins og veiran og aðgerðir sem við höfum þurft að grípa til vegna hennar þá sýnum við hvert öðru þennan skilning og stuðning sem við finnum og við hérna í Reykjanesbæ höfum nú heldur betur reynslu af því að takast á við svona áskoranir og það hafi ekki verið veira og reynslan hefur sýnt okkur að þegar við stöndum svona saman þá stöndum við uppi sterkari með meiri reynslu í farteskinu og ég held að það verði líka reynslan eftir að þessu leiðindaverkefni lýkur. Mér langar bara að segja þetta, bara hvatningu til okkar allra sem á skólasamfélaginu stöndum og þetta hlýtur nú að fara að klárast. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta leið nr. 7 eða fundargerð fræðsluráðs frá 14. janúar eru beðin að gefa merki. Og Gunnar Þórðarins er komin þarna inn með okkur. Og við erum að samþykkja þessa fundargerð. Gunnar. Gunnar, getur þú gefið okkur merki hvort þú samþykkir fundargerð eða ekki? Þú ert á mute núna, þannig að þú þurftir að annarkvort að rétta upp hendina eða
opna fyrir mikrofónin. Ég var að komast inn í þetta loksins en ég næði ekki sambandi. Já, komið, þú ert búin að rétta upp hendi, flott er. Halló. Þetta er komið, nei, þetta er ekki komið. Já, þú ert komin þetta, Gunnar, getur þú gefið samþykki fundargerð? Gunnar, getur þú tjáð mér hvort þú samþykkir fundargerð eða ekki? Gunnar samþykkir. Allt í lagi, þá segjum við það, hvað er komið, takk fyrir það. Og þá ágættu bæjarfulltrúar, þá erum við komin á leiðarenda í dag. Og það er svona tengt. En við munum í framhaldinu ganga frá fundargerð sem að verður síðan samþykktir afrænt. Og ég segi því 624. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið. Takk fyrir. Í dag.